Komiði sæl, sameining sveitarfélaga verður eflaust mikið rædd á komandi misserum eftir að ráðherra sveitarstjórnarmála kynnti tillögur sem að ganga út á að eftir 7 ár verði lágmarks íbúafjöldi hvers sveitarfélags 1000. Við ætlum að ræða þessi mál í þessum þætti út frá Norðurlandi eystra. Við fáum til okkar sveitarstjórnarfólk og líka sérfræðinga sem að gjör þekkja sameiningarmál. En áður en lengra er haldið, þá skulum við líta á hvernig þessar tillögur ráðherrans líta út. Sameining sveitarfélaga hefur verið til umræðu með jöfnu millibili í gegnum árin. Stjórnvöld hafa nú birt stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga til ársins 2033, þar sem lagt er til að sveitarfélögum fækki og markmiðið er að þau verði sem best í stakk búin til að sinna þeim hlutverkum sem þeim er ætlað. Stefnt er að því að lágmarks íbúafjöldi sveitarfélaga verði 250 frá árinu 2022 en 1000 frá árinu 2026. Í dag eru sveitarfélögin 72, 40 þeirra eru með færri en 1000 íbúa. Í þessum 40 sveitarfélögum búa rúmlega 5% landsmanna. Ef Reykjavík er undanskilinn er meðalfjöldin rúmlega 3200 íbúar í hverju sveitarfélagi. Alþingi ræðir væntanlega þessar tillögur í vetur þar sem breyta þarf lögum. Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga mælir með því að Alþingi samþykki áætlunina en gert er ráð fyrir verulegum fjárhagslegum stuðningi jöfnunarsjóðs sveitarfélaga við sameiningar. Segja má að þessi stuðningur sé gulrótin í þessum áætlunum. Í greinargerð stefnuna kemur fram að áhrifin af þessari áætlun yrðu þau að frá með árinu 2022 myndi sveitarfélögum fækka alltaf 14 en alltaf 40 frá með árinu 2026. Fjöldin gæti því farið niður í 30 talsins. Lítum þessu næst á sveitarfélögin á Norðurlandi eystra. Þau eru 13 talsins, lang fjölmennasta sveitarfélagið er Akureyrarbær. Saman mynda þessi sveitarfélög Eyþing sem sinnir staðbundum hagsmunamálum. Eyþing er jafnframt pólitískur samráðsvettvangur sveitarstjórna í landshlutanum. Sameiningarmálin koma því óhjákvæmilega til með að setja mark sitt á starfsemi Eyþings og sveitarstjórna á komandi árum, þar sem 8 af 13 sveitarfélögum á Norðurlandi eystra eru undir 1000 íbúa markinu. Og þetta var svolítið þingsályktunartillöguna sameiningu sveitarfélaga. En hingað eru komin Hilda Jana Gísladóttir sem er bæjarfulltrúi á Akureyri og hún er jafnframt stjórnarformaður Eyþings, sambands sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingasýslum, og Kristján Þór Magnússon, sveitarstjóri Norðurþings, en hann er varaformaður Eyþings. Verið velkomin. Ef við byrjum á því að þessar reglur, þær svona mælast misjafnlega fyrir, sumir segja það tæplega lýðræðislegt að setja þetta í lög 1000 íbúa markið. Þetta er auðvitað umdeild hluti af þessari tillögu sem er reyndar miklu stærri eflingu sveitarstjórnarstigsins heldur en kannski akkurat þetta eina mál sem er dálítið mikið rætt sem er 1000 íbúa markið, en það er kannski ekki skrítið að það sé rætt sérstaklega því það er dálítið svona þungt skref að fara í þá átt, þannig að og auðvitað umdeilt. Kristján Þór, þú og þið í Norðurþingi, þið hafið reynslu af því að sameina. Hvernig hefur til tekist? Það er mjög skipta skoðanir því hvernig sameiningin 2006 tókst eða hefur tekist í okkar sveitarfélagi. En svona stjórnsýslulega séð þá held ég að sveitarfélagið standi mun sterkar heldur en verði miðað við óbreytt ástand þarna 2006. Ég held að það sé óumdeilt. Það er alveg rétt að þetta er stórt skref að stíga varðandi þennan íbúafjölda, en ég held að við séum öll sammála því að við viljum efla sveitarstjórnarstigið og slagkraftur sveitarfélaga sem stjórnsýslulegra eininga, hann kemur vissulega fram með stærri og fjölmennari sveitarfélögum. En það eru núna líka bara allt aðrar aðstæður, það er verið að búa betur að sameiningum, það er verið að huga betur að því að sveitarfélög sameinist eitthvað og núna eru klárir fjárhagslegir hvatar til þess að auka líkurnar á því að þessar stjórnsýslulega einingar geti staðið sig í þjónustu við íbúa og það er annað umhverfi heldur en var hérna 2006 þegar margar sameiningarnar urðu.
Við horfum betur og eftir á þessa gulrót, sem sagt þessa fjárhagslegu innkomu ríkisins. Hilda, íbúa fjöldin einn og sér, geta sveitarfélaga til þess að vera með sem bestu þjónustu. Snýst hún hversu margir íbúar eru í sveitarfélagum? Ég held að þetta viðmið gæti hafa verið 500 eða 1000 eða 1500 og það eitt og sér sé einhvern veginn ekki að breyta öllu þó það hafi skiljanlega áhrif hvað er mikið af skattekjum að koma inn per íbúa. En þetta eitt og sér auðvitað gerir ekki allt, en það þarf eins og hann segir að efla sveitarstjórnarstigið og hugsa það sem stjórnsýslu einingu. Þetta snýst hvernig við náum, eins og ég giska á þegar þú ert spurður hvar áttu heima og segir aldrei á heimi Norðurþingi. Þú segir ég bý á Húsavík, þegar mamma mín spurð sem býr í Ólafsfirði, hún segist ekkert búi í Fjallabyggð. Og vantar líka að aðgreina hvað er sameining stjórnsýslu eininga sem eiga að sjá einhverja tiltekna þjónustu fyrir íbúa og hvað er síðan samfélag og menning og það þarf ekkert endilega að rífa það í sem þú býrð ekki allt í einu á sveitarstjórnarstigi. Þú býrð á svæði sem þarf að viðhalda ákveðinni menningu. Þess vegna skiptir svo miklu máli bæði að við höfum mikinn tíma til þess að vinna þetta. Það er 250 íbúa markið við næstu sveitarstjórnarkostingar og 1000 markið þar næstu, þannig að það er mikill tími til að vinna þetta og gera þetta á sínum eigin forsendum. Og eins og Kristján nefnir að sameinast líka eitthvað. Hvert viljum við fara með þessu? Eða ætlum við bara einhvern veginn að fara og krossleggja hendur og segja ég vil þetta ekki og taka ekki þátt í því að fara næstu skref og hugsa í lausnum hvert viljum við fara. Þannig það er svona, víst það taldi mikilvægur hluti af þessu öll saman. Sveitarfélögin þau hafa þrýst mjög á að fá til sín aukin verkefni og fleiri málaflokka frá ríkinu. Spila þetta inn í eitthvað? Já, það er nú svona auðvitað deilda meiningur það fer allt eftir hver meðgjöfin er. Við höfum auðvitað við á sveitarstjórnarstiginu höfum auðvitað tekið okkur verkefni sem okkur hefur ekki fundist full fjármögnuð. Ég er sannarlega á þeirri skoðun að þjónustan sé auðvitað, hún eigi að geta verið betri ef að við erum í meiri nánd við þjónustu þegan. Það eru hins vegar, eins og við vitum öll, það eru oft, getur verið íþyngjandi að vera mjög nálægt þjónustu þegar líka vegna þess að það er eitthvað limbo sem við þurfum alltaf að spila vegna þess að það eru erfiðar ákvarðanir sem þarf að taka í litlum samfélögum og við þekkjum þessa sögu alltaf. En ég held einmitt að þetta sé leið til núna, við erum á þeirri vegferð að styrkja pólitískan grunn í hverju sveitarfélagi sem að er þá betur í stakk búin til þess að stýra verkefnum og þjónustu inn á hverju svæði fyrir sig. Við tek alveg undir með Hildu að við auðvitað höldum áfram í hvert byggðarlag og þó að það sé limbo hverra sveitarstjórnar fyrir sig að svona stíga þennan dans milli stjórnsýslunar og hvers byggðarlags og dreifbýlli svæða, það verður áfram. En við auðvitað höldum áfram í sérstöðu hvers byggðarlags og menningu og staðbundna menningu á hverjum stað. Það er auðvitað mjög mikilvægt og ég held að það megi alls ekki draga mitt úr því eða úr fókusnum á því að það er mikilvægt að hvert samfélag geti vaxið og dafnað innan sveitarfélags. Það er áskorunin og ég held að við getum gert það með fjölmennari sveitarfélögum, þá geta menn haft meiri slagkraft í að sinna þessum verkefnum sem eru mitt staðbundnar en ekki. Algjörlega, það er líka svo magnað tækifæri sem við fáum núna til þess að hugsa það hvað er sveitarfélag, hvað gerir sveitarfélag og hvað á sveitarfélag að geta gert. Þetta er tækifæri okkar núna til þess að skoða það og ég veit ekki hvort það er að því að núna er ég komin í sveitarstjórnarmálum, þetta er allt svo sjúklega áhugavert, en við vorum á auka landsþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga þar sem að urðu einmitt svo magnaðar umræður hvert við ætlum að stefna og hvernig við ætlum að nýta þetta tækifæri ef þetta frumvarp verður að lögum, að þá er líka þarna ríkið að bjóða okkur upp í dans bæði með fjármögnun og heildrænni endurskoðun og eflingu sveitarstjórnarstigsins sem er í rauninni alveg einstakt. Þetta hefur ekkert verið gert áður og þá hvernig ætlum við að takast á það? Hvernig ætlum við að grípa boltann og segja, heyrðu, við erum að fá hérna ákveðið vald í okkar hendur, hvernig ætlum við að nýta það? Hvernig ætlum við að sjá framtíðin og hvernig ætlum við að efla okkur? Eða viljum við svolítið setja hendurnar í kross og segja, ég bara er ekki til í þetta? Og hvað svo?
Sveitarfélögum, þeim hefur fækkað með sameiningu á undanförnum árum og þessi tillaga, hún gengur út á að þetta taki gildi eftir 7 ár, 1000 manna markið sem sagt. Það eru önnur mörk sem eru sett eftir færri ár. Kristján, hvernig sér þú svona umræðuna þróast á næstu árum þá? Ég vona bara að það komi ekki til þvingana. Þetta langar engan til þess að þvinga einhver til þess að gera eitthvað sem hann ekki tilbúin til eða eitthvað samfélag til þess. Ég alveg viss þá, ég bara veit það að sveitarfélög eru nú þegar farin að ræða saman. Mörg hver sem eru nágrannar búin að vera í miklum samskiptum og þjónustu kaupum á milli. Þannig að ég vona bara þetta svona flýti samtalinu og það kannski það sem að verður að gerast alltaf fyrst. Menn verður þetta bara að vera búnir að sjá fyrir eða byrja að ræða hluti áður en hlutinni lenda kannski út í skurð og menn eru nauðbeygðir til þess að sameinast öðrum. Þannig ég bara mjög spenntur fyrir samtalinu sem mun eiga sér stað núna. Ég mjög spenntur fyrir þessum sameiningum sem eru núna hvað mest í umræðinni í Þingeyjar, Sveit og Skútustaðahreppi fyrir austan, mjög spennandi tilraun sem að verið að reyna að þróa þar. Það gengur gekk vel í Suðurnesjabæ, þar sem að svona, ákveðið jafnvægi hefur verið á milli kjarnanna sem að sameinast þar og þar sem menn hafa náð að sameinast eitthvað og menn reyna að sameinast einhverja framtíðarsýn. Sveitarstjórnarstigið búið að tala nokkuð skýrt núna á landsþinginu hvert við viljum fara. Það eru kostir og gallar auðvitað við það en ég þeirra skoðunar að kostirnir séu fleiri á borðinu og tækifærin fleiri til þess að efla þennan vettvang til framtíðar. Það núna verið að tala sameiningu fyrir austan til dæmis og í þessum sameiningar umræðum öllum þá talað aukið íbúa lýðræði. Sjáið þið það fyrir ykkur í sameiningu að það verði svolítið horftið til þessuna hverfisráð eins og til dæmis á Eyjafjarðarsvæðinu eða innan Akureyrarbæjar? Ég held nefnilega það sem að Kristján að nefna, við höfum dálítið góðan tíma. Við höfum dálítið góðan tíma til að setjast niður og segja hvað viljum við sameinast og við verðum að skilgreina einmitt hvað stjórnsýslulegs eðlis og hvar viljum við halda valdi tiltekinna hverfa eða svæða eða bæja á sínum stað og það verður að vera og þess vegna þetta svo spennandi tækifæri að vera ekki að sameinast aðeins þegar við erum nauðbeygð til þess vegna einhvers konar þróunar, heldur að setjast niður og segja hvert viljum við stefna. Auðvitað ef fólk, þar sest líka fólk niður á miklu meiri jafnréttisgrundvelli. Það að segja ef einhver sveitarfélag ætla að sameinast þá þurfa það að semja og þau þurfa að semja með einhverja grundvallar forsendur þess að þau geti orðið sameiginlegt stjórnsýslusvið og ég held að hvort sem það heitir hverfisráð eða annað auðvitað það gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að hugsa það hvernig náum við að sameina stjórnsýslur án þess að eyðileggja samfélög. Það augljóst og það ekki markmiðið. En þá þýðir það að fólk þarf að setjast niður og skoða það skref fyrir skref, hvernig bindum það inn í okkar umhverfi og samþykktir að valdið færist ekki allt til dæmis á einn stað, hvernig tryggjum við að það séu komi sjónamið allra, hvernig tryggjum við aðkoma sveitarstjórnum. Þetta eru milljón spurningar sem við betur fyrir höfum dálítið tíma til þess að ræða, en auðvitað þurfum við að tryggja það að þetta verði sem best fyrir sem flesta til lengri tíma litið. Hvað segir varastjórnarformaður Eyþings, hvernig verður að tryggt að stóru sveitarfélögin éti upp þau minni? Það mjög, auðvitað bara mikil áskorun að upplifun íbúana sé ekki með þeim hætti og rannsóknir auðvitað hafa sýnt það að íbúar í dreifbýlinu eða á smærri kjörnunum eru ósáttar við stærsta kjarnan. Það svona í gegnum sneitt dálítið þannig. Og það eru alls konar ástæður fyrir því. Það bara eins og við þekkjum öll rígin sem hefur bara verið við Akureyri í gegnum tíðina og Akureyri til Reykjavíkur og Reykjavík ógnin New York eða Hong Kong. Mér finnst hins vegar heilt yfir núna, allavega okkar svæði, mér finnst pólitíska umræðan frekar hafa þroskast og við sjáum hversu miklu máli það skiptir að grunnstefin, grunnþættina sem snúa að sveitarstjórnarstiginu, að við náum svona þokkalegri sáttum forgangsröðun hlutinni ganga betur fyrir sig í samtalinu við ríkið og svo framvegis. Þannig að mér finnst svona landsluta vitund sveitarstjórnarmanna síst hafa hraka. Hún hefur batnað finnst mér og klálega með svona verkefnum eins og Vaðlaheiðargöngum og öflugri ferðaþjónustu og fleiri verkefnum.
að þá hefur það tekist. Ég held að sé nefnilega á okkar svæðu og í gegnum Eyþing, þetta samband sveitarfélagi Eyjafjarðar og Þingeyjarsýslum, þar sem við eigum þetta samtal og vinnum tiltekin verkefni, þar líka erum við svolítið að skapa eða byggja upp traust gagnvart hvort öðru, að þetta snúist ekki að einn tapi og hinn vinni, heldur að við séum svæði, við erum 9% landsmanna til dæmis á Eyþingssvæðinu frá Siglufirði til Bakkafjarðar. Við erum allt svæðið tiltölulega lítið. Ef að við ætlum líka að vera slást innbyrðis, hvert ætlum við þá að fara sem landshluti líka? Eða ætlum við bara að einangra okkur við sveitarfélagi á mörkin en eiga að geta samtal og segja líka hvar það sem við upplifum að þetta gæti verið öðruvísi. Auðvitað staða Akureyrar dálítið sérstök, en það skiptir líka miklu máli að sá sem stærri taki líka aukna ábyrgð. Þannig það og við krefjumst þess á höfuðborgarsvæðinu og við þurfum líka að horfa í spegil sem Akureyrar og segja, hvernig ætlum við að bera ákveðna ábyrgð, vera traustsins verð. Þegar þið eru út í búð að versla inn fyrir helgina eða á göngutúr, hvað segir almenningur við ykkur? Þetta kannski meira á sveitarstjórnarstiginu en hvað heyrist ykkur á bara Jóni og Gunni út í bæ? Ég heyri ekki mikið menn sé að velta fyrir sér stjórnsýslunni. Menn eru þetta bara vilja að þjónustan sé góð, menn vilja að ruslið sé sótt og menn að sé góði skólar og það er þetta fyrst og síðasta sem við þurfum að vera að sinna en forsenda þess eru þetta svo að til dæmis bara þetta landslag og umhverfi sem að sveitarstjórnar fólki boðið upp á í dag, að það batni. Við sjáum bara hver endunín hefur verið núna í kosningar eftir kosningar, það er vegna þess að fólk endist ekki í þessu. Þetta er erfitt umhverfi, það er erfitt að vera í svona mikilli nánd við þjónustu þegana, oft á tíðum það þarf sterk bein í að standa með sínum skoðunum og fylgja eftir ákvörðunum. Þannig að með svona öflugri sveitarfélögum og kannski þá frekari getu sveitarfélaga til þess að þá greiða fyrir þessa vinnu, þá held ég að það verði allavega von til þess að við getum oft tekið vandaðri ákvarðanir og stutt betur við íbúa okkar svæða. Hilda Jana og Kristján Þór, þakka ykkur fyrir komuna og við fáum til okkar á eftir sérfræðinga til þess að ræða samningamál, en það hanga miklu fjármunir á spýtunni sem að jöfnunarsjóður ætlar að láta sveitarfélögin hafa verði að sameiningu og við skulum kikka á hvernig þetta kemur út fyrir Norðurland eystra. Til þess að liðka fyrir sameiningu sveitarfélaga gert ráð fyrir stórauknum styrkjum jöfnunarsjóðs sveitarfélaga miðað við núverandi fyrirkomulag. Markmiðið að styrkja sveitarstjórnarstigið með því að stuðla að sameiningum og búa til sterkari heildir. Samkvæmt þessum reglum gert ráð fyrir að 19 milljarðar króna verði veitt í framlög á tímabilinu. Akureyri fengi samkvæmt þessum reglum 700 milljónir króna. Norðurþing 526 milljónir, Fjallabyggð 277 milljónir og Dalvíkurbyggð 220. Eyjafjarðarsveit fengi 141 milljón, Hörgársveit 103 milljónir króna, Svalbarðsstrandarhreppur 100 milljónir og Grýtubakkarhreppur 108. Skútustaðahreppur fengi 100 milljónir króna, Tjörneshreppur 103, Þingeyjarsveit 177 milljónir og Svalbarðshreppur 104. Langanesbyggð fengi samkvæmt þessum reglum 321 milljón króna. Samtals gætu því runnið til sveitarfélagana á Norðurlandi eystra 2 milljarðar og 980 milljónir króna. Já, þetta var fjárhagslegu hliðina hvað varðar sameiningu sveitarfélagana, en hingað eru komnir 2 sérfræðingar sem hafa fylgst með sameiningu sveitarfélaga víða landið, Svanfríður Jónasdóttir ráðgjafi og Hjalti Jóhannesson sérfræðingur. Svanfríður, fyrst það á margan hátt vandasamt að sameina sveitarfélög. Já, reynslan sýnir okkur það, já, það er mjög vandasamt. Það hefur ekki gengið eftir það sem að stjórnvöld hafa verið að boða. Við erum búin að fara á undanförnum 25 árum í gegnum 2 stórar sameiningarhrynur. Afrakstur þeirra var ekkert mjög mikill, reyndar gerðist ýmislegt í kjölfarið sem gerir það verkum að sveitarfélögin jú orðin mun færri en þau voru þá. Þetta 93 þegar fyrsta hrynan stóra. En þetta vandasamt. Og það líka vandasamt að bræða saman samfélögin. Menn ruglaði stundum saman, tala sveitarfélagi eins og það sé samfélag. Það ekki svo, sveitarfélag getur verið samsett úr mörgum samfélögum og það eru þessi samfélög sem það bæði að bræða saman en það líka hlúa að þeim. Þannig að kannski hefur líka eitthvað verið vangert í þeim efnum.
Það þá þannig Hjalti að undirbúningurinn hann skiptir verulega miklu máli? Já, ég tel að hann skiptir verulega máli. Að þeir sem eru í forsvari fyrir sveitarfélögin, gefi sig í þetta, undirbúi vel íbúana fyrir það hvers má vænta í sameinuðu sveitarfélagi, þó sé ekki alltaf þetta lofa öllu fyrir næstu sveitarstjórnir og svo framvegis, en að það liggi nokkuð ljóst fyrir svona hvernig þessi nýja stjórnsýslueining muni líta út og svona vera heiðarlegur í því hvernig hlutunum verður fyrir komið í stórum dráttum. En svona afstaða fólks þegar þetta ferli fer alls saman af stað, afstaðan hún getur ofta tíðum bara verið huglæg en ekki tekin út frá grjóthörðum staðreyndum. Ég hugsa í flestum tilfellum að þá sé hún huglæg. Menn horfa á sveitarfélagið sitt sem svona eitthvað skjól fyrir sig og óttast hið óþekkta, eitthvað nýtt sem kann að gerast, eitthvað sem að mögulega breytir stöðu þeirra. Þess vegna held ég að það sé rétt sem Hjalti segir, allur undirbúningur, hann skiptir verulegu máli og einmitt þetta að vera heiðarlegur í því hvers að vænta. Ráðum við síðan ekki því sem kann að gerast en að vera heiðarlegur og einmitt þetta að það samfélag sem ég bý í, að það ekki það sem að fara að breytast. Það stjórnsýslan fyrst og fremst, því að sveitarfélag kannski fyrst og fremst stjórnsýsla og ég held líka að aðstaða sveitarstjórnarmanna til þess að tala við íbúana sameiningu sveitarfélaga, hún hafi verið verri áður heldur hún orðin núna. Þú ert búin að rekja hér ýmislegt sem að inni þessari þingsályktunartillögu ráðherra og ég held að það sem þar að það í rauninni styðji mjög við þessa vinnu á næstunni. Það orðið nokkuð ljóst hver gulrótin Menn hafa kallað stundum eftir því. Ég man eftir til dæmis að 2005 þá kvörtuðum en það engin gulrót, það ekkert sem hvetur okkur til þess að sameina. En nú hún komin, hvort hún nógu stór, ég veit það ekki, en allavega þá finnst mér vera komin fullkomin grundvöllur fyrir því að sveitarstjórnarmenn, að þeir horfi til þess að fullri alvöru, hvernig getum við unnið úr þessari stöðu þannig að hún sé sem best fyrir okkar íbúa og fari bara í þá vinnu með íbúanum. Þannig að þeir séu jafnvel með í umræðinu frá upphafi, nú stöndum við frammi fyrir þessu, þetta orðin mjög þungur straumur, þessi sameiningarstraumur, við skulum gera ráð fyrir þetta getu orðið og hvernig búum við okkur sem best undir þetta. Umræðan sameiningu sveitarfélaga, hún ofta tíðum svolítið önnur í fámennara sveitarfélagunum heldur en þeim stóru, óttin við að stóru sveitarfélaginu gleypi þau minni. Já, það alveg rétt og við gerðum hjá Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri rannsókn á sameiningu sveitarfélaga, reynslunni af því 7 sameiningum og það kom í ljós að það sem við köllum jaðarbyggðir 1, þá voru jaðarbyggðir sem í sameinuðu sveitarfélagi sem höfðu haft stjórnsýslu áður og höfðu verið svona einhvers megnu í stjórnsýslulegu tilliti. Þar var óánægjan meiri heldur en í því sem við köllum jaðarbyggðir 2 sem voru svona minni sveitarfélög sem ekki höfðu haft stjórnsýslu, höfðu verið kannski oddvita sveitarfélög eins og þetta oft kallað. Þannig að ef menn að sjá fram á þeim sé að missa eitthvað í stjórnsýslunum til einhvers miðlægs valds, þá menn neikvæðri. En hvað svona þegar þú horfir á sveitarfélög sem kannski sameinuðust fyrir 10 árum til dæmis, hvernig hvað segir reynslan? Nú hefur ekki kannski verið gerð rannsókn svona heildstæð á því hvernig þeim hefur reitt af þessum, nýlegu sameiningum, en sjálfsagt það nú svolítið misjafnt eftir líka hvernig staðan hefur verið í viðkomandi sveitarfélögum fyrir sameininguna. Þannig að þetta örugglega víða, þannig að það mjög sveitarfélagið komið inn í öflugan kjarna, öflugt sveitarfélag, eða þessi hluti sveitarfélagsins komin inn í öfluga einingu, þar sem íbúanum býðst fullkomin þjónusta oft á tíðum, sem ekki var í boði nema gegnum þá stundum samstarf er oft mjög flókið og við vorum að telja samstarf fyrir nokkrum árum 2016 og þá voru yfir 320 samstarfsverkefni á öllu landinu og fyrirkomulagið á samstarfinu var mjög misjafnt.
Þannig að þetta sveitarstjórnarstigið mjög flókið orðið til þess að leysa þau verkefni sem að sveitarfélögum ætlað að leysa. En hvernig eru þá svona fámennara sveitarfélög í stakk búin til þess að taka við í að þá flóknum verkefnum frá ríkinu? Þau gera það fyrst og fremst í samvinnu við önnur sveitarfélög. Og alveg eins og Hjalti var að rekja, þessi samvinna sveitarfélaga, hún gífurlega viðamikil og flókin og örugglega hluta til ástæða þess að við erum komin hingað í dag. Það að segja að þessi þingsályktunartillaga, hún fullbúin, myndi ég segja. Það búið samband sveitarfélaga með miklum mun atkvæða landsþing þeirra búið að samþykkja stuðning við hana og ég hygg að það sé vegna þess að það var komin ákveðin þreyta í þetta samstarf allt saman. Og menn vilja kannski margir hverjir skýra þessar línur og þá reyna að gera betur, mæta íbúanum með öðrum hætti. Sko vandinn við að mæla ánægju með sameiningu sveitarfélaga kannski sá að við erum að lifa mjög miklar þjóðfélagsbreytingar. Við erum að lifa atvinnuháttabreytingar, það fækkun í skólum, það fækkun á jaðarsvæðum, jafnvel í þéttbýliskjörnunum og þessi fækkun, hún hefur sínar afleiðingar og stundum að þá hneigjast menn til að kenna sameiningunni það. Þó svo að sameiningin sé kannski eina viðnámið sem að í þessum hamförum öllum saman og þá ég að tala þessar atvinnuháttabreytingar í landbúnaði, í sjávarútvegi og bara breytingar á þjónustustigi. En hvað með til dæmis fjárhag sveitarfélaga? Það eru mörg sveitarfélög, til dæmis hérna við utanverðan Eyjafjörð sem eru mjög sterk fjárhagslega. Skiptir, þetta stór breyta í þessari stóru mynd? Já, sko, oft það þannig að sveitarfélög eru fjárhagslega burðug og geta tekið þátt í samstarfi með beint bakið og greitt það sem það þarf að greiða fyrir sína íbúa, þá ekki mikill hvati til að sameinast. Hvatinn kemur oft ef að sveitarfélög eru fjárhagslega í kröggum. Það nú bara þannig að reynsla sýnir þetta alltaf. Hvernig sýnist þér, Svanfríður, svona umræðan koma til með að þróast á næstunni hvað þetta allt saman varðar? Ég ætla að byrja á því að taka undir mig Hjalta að þetta alveg rétt. Aðstæður eru mjög ólíkar. Sum svæði landsins eru mjög strjálbýl og það auðvitað erfitt að búa til kannski starfhæfa stjórnsýslu yfir mjög stórt landsvæði. En þó gera menn þetta, ég vek athygli á því að Grænlendingar, þeir sameinuðu nú bara yfir jökulinn sko, af því þeir vissu það að þetta snýst stjórnsýsluna. Samfélagið getur síðan haldið áfram að fungera. En hvernig umræðan mér finnst þetta alltaf skrítið að núna þegar við erum að tala við stjórnmálamenn það hvers að vænta á vetrunum og svona, það nefnir ekki nokkur maður þetta mál. Þetta bara ekki nefnt. Þannig að mér virðist sem að alþingismenn líti ekki svo á að þetta muni verða stórmál. Það kemur svolítið óvart, en kannski á það bara eftir að gerast. Ég held að þetta mál verði þó nokkuð í umræðu svona heima fyrir og ef ég var í sveitarstjórnarmaður í dag, þá myndi ég óska eftir því að mitt sveitarfélag virkilega skoða því. Hvernig getum við sem best nýtt okkur þessar aðstæður til hagsbóta fyrir íbúana. Það ekki dýrt að verði að sameiningu, en búum okkur í stakk. Skoðum hvernig við getum tryggt okkar aðstæður, okkar íbúa, þeirra hagsmuni og hvar viljum við leggja áherslur. Ég held að það sé gott fyrir alla. Látum þetta vera loka orðin. Svanfríður og Hjalti, þakka ykkur fyrir, en það ljóst að umræðan hún mun alveg örugglega halda áfram á næstu árum, en við setjum punktinn af þessu sinni hérna.